mikli. Amen og amen. Bjóðum ykkur hjartanlega velkomin á samkomu hér í dag. Við erum að flytja ykkur samkomu hérna úr kirkjunni og við erum með live útsendingu af því að það eru takmarkanir í gangi og við viljum passa upp á okkar fólk. Við ætlum endilega að fá okkur með í lofgjör í dag. Við ætlum að hafa ykkur með í samkomunni þótt að við sitjum fyrir fram á tölvuna eða við síman heima. Endilega takið þátt. Endilega verið með okkur, endilega kommentið á skjáinn eða á chatið eða hvað þið eru að gera og segið okkur bara hvar þið eruð. Kannski bara ég inn í eldhúsi, ég ligg í baði. Það skiptir kannski ekki alveg máli, en það væri gaman að vita hvort þið væri hérna á Íslandi eða hvar. En allavega, við ætlum að þakka Guði fyrir daginn. Við ætlum að gefa honum þennan dag og við ætlum að lyfta upp hans nafni hér í dag. Við ætlum að lofa Guð og við ætlum að hlusta hans orð hér í dag og við ætlum að fara breytt héðan heim í dag. Heilaga Drottinn, ég þakka þér fyrir trúð þína, Drottinn. Ég þakka þér fyrir trúfesti, Drottinn, að þú ert alltaf sá sami í gær og í dag og alla eilífð, Drottinn. Ég þakka þér fyrir að þú ert trúr og sannur, að þú ert alltaf tilbúinn, Drottinn. Þegar við köllum á þig, þar ert þú hjá okkur, Drottinn. Ég bið að mæta í dag þeir sem eru heima, sem horfa á skjáinn. Mættu, Drottinn, það sem þarf að mæta, Drottinn. Ég bið þess að þú mætti grípa inn í líf allra þeirra sem að hlusta þessa samkomu í dag, Drottinn. Og ég bið þig að þú mynd gera þig dýrlega, Drottinn. Ég þakka þér fyrir trúfestina, ég þakka þér fyrir þennan dag og ég þakka þér fyrir að við fáum enn eitt tækifæri á að lyfta upp þínu nafni. Við vexum með þig, við lofum þig og við þökkum þér. Í þínu heilaga nafni. Amen. Sem aldrei bregst þig, Guð sýndu miskunn þér. Allir þrá uppgjöf synda og elsku hann sem bjargar. Vonans mannkyns. Jesus, fullt hann getur hlöðlið. Hann frelsar getur hvern mann, frelsar getur hvern mann og já eilífð, höfundur míns hjálpráðs, því hann minn sigraði gröf, Jesús sigraði gröf. Svo ég, öll mín brot og syndir og endurnýja mig. Fel mitt líf og fullt, frelsari allt ég gef þér. Ég gefst þér einu. Jesus, flutt hann getur hlöðlið. Hann frelsar getur hvern mann, frelsar getur hvern mann og já eilífð, höfundur míns hjálpráðs, því hann minn sigraði gröf,
Krossinn finn ég ná. Í blóði þín lausn. Hver fagur faðmur þinn, opinn hann opinn hann ást mín og von, Guðs einir son, Jesús, Jesús, náðar hönd þín, endurlaus mín, Jesús, Jesús, djúpu sál lækna mig, sigur vansköpin tóm, krafti þínum rís ég upp, gera þína, tigna þína, ást mín og von, Guðs einir son, Jesús, Jesús, náðar hönd þín, endurlaus mín, Jesús, Jesús, ást mín og von, Guðs einir son, Jesús, Jesús, náðar hönd þín, endurlaus mín, Guðs einir son, Jesús, Jesús, náðar hönd þín, endurlaus mín, Jesús, Jesús. Nú er það komið. Það er dásamlegt að lofsyngja Drottni, finna hvernig heilagur andi vinnur og starfar í gegnum tónlistuna og lofgjöruna, lyftir hjörtum okkar til hans, beinir sjónur okkur að honum. Þeir sem er fáið sem er í salnum eins og kom fram áðan, að þá erum við með takmarkanir á salnum okkar, en fjöldi fólks heima, Smárakirkju, fjölskyldan okkar, vinir, aðrir sem eru að hlusta, velkomin á samkomuna. Það er komið fyrsti sunnudagur í aðventu, jólin 2021, hugsið ykkur hvað þetta líður hratt. Og við höfum haft það fyrir sið og við ætlum að gera núna, að kveikja á kertunum okkar á aðventu ljósunum,
Við erum með 2 núna, þannig að þó við syngjum kveikjum 1 kerta og þá ætlum við að kveikja á 2, en það sem sagt 1 kerta á hvoru. Og þetta spádómskertið. Þetta tákn fyrir þá spádóma sem voru komnir og komu fram sko ekki bara í 3-4 ár áður en Kristur fæðist, heldur árhundruðir. Löngu áður, raunverulega frá örófi, byrjar Guð að tala komu Messíasar. Hann kallar síðan fram spámann eftir spámann og konur og menn sem að tala af munni fram af Guðs anda að Messías muni fæðast einn daginn. Þetta fyrsta kert okkar tákn fyrir þá spádóma. Þetta dásamlegt. Halleluja. Áður við tökum samskotið okkar sem eins og ævinlega hluti af okkar tilbeiðslu og lofgjörð til Drottins, þá ætlum við að minna á að á miðvikudaginn segi ég, sóking íhugun frá 7 til hálf 8 og síðan bænastund frá hálf 8 og eins lengi svo við þurfum að vera til þess að biðja, kannski ekki eins lengi. Við gætum þurft að vera hérna í nokkra sólarhringa þá, en það kannski allt í lagi bara. Það þyrfti ekki að koma neinni sök. En við erum búin að vera að eiga dásamlega bænastundur undanfarið og Guðs andi að viti og hann að tala og hann að leiða í bæninni og svo ég hvet ykkur ef þið hafið bænina á hjart ykkar, endilega komið ef þið hafið tök á. Ég veit þetta annríkur tími hjá fólki, þessi aðventu tímir yfirleitt, en við ætlum samt að passa og gæta að við njótum. Tökum frá tíman þess við þurfum fyrir hjartað okkar og fjölskyldun okkar. Amen. En nú ætlum við að taka samskotið. Og þú sem ert heima eða hvar sem þú ert að hlusta, ef þú vilt taka þátt, þá eru upplýsingar á skjánum og við gefum inn í Guðs ríkið til starfsins og treystum því að Guð blessi ekki bara starfið heldur ykkur og fjölskyldu ykkar í Jesú nafni.
gegnum allt hefur leitt mig þegar nóttin er dimm, enginn hér. Þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa.
Hérna á, já, þetta kemur. Aðventan. Orðið aðventa, þetta kemur úr latínu ef ég man þetta rétt og þýðir koma. Og yfirleitt var þetta notað þá yfir komu einhvers mikils höfðingja, fyrirmennis. Jólaaðventan okkar þess vegna koma, eða þar væntum við komu frelsarans, Messíasar, og boðar hún þess vegna komu drottins. Hvert ár sem við höldum upp á hana þá minnumst við þess að Jesús Kristur kom á jörð. Aðventuna notum við til að undirbúa komuna í hjörtum okkar. Húsið heima hjá mér núna held ég bara fullskreytt. Ljósin komin upp, trén, ilmur í húsinu, heitt súkkulaði í kvöld og eitthvað svona. Þetta er bara þessi klassíska aðventa og ég elska aðventuna. Ég er mikið jólabarn. Jafnvel þó ég hafi heyrt jólalag daginn sem ég hafði ekki kveikt á áður, frægt jólalag, þekkt sungið af öllum, að þeir ætluðu að baka ljúffeng laufabrauð. Það bakar engin laufabrauð, þeir steikja þau. En það er bara svona annað mál. Þetta er aðventan okkar. Og það er bæði gott, rétt og fallegt, það ekki, að eiga svona tíma. Það var svo tíð og ég hef heyrt marga segja, og meiri segja bara vitnisfyrir frá einum ungum forstöðumanni í Reykjavík í morgun ef ég man þetta rétt, þá sagði hann bara, það var svo tíð, ég tapaði gleðin og ánægðin og frið sem ég átti alltaf á aðvendunni, vegna þess að ég var of upptekinn. Það var svo til líka, ég man ákveðin tímabili fyrir COVID og gott ef það var ekki fyrir hrun líka, að menn eru þreyttir, það var bara, þú veist, það var bara 3 jólatónleikar á dag og menn eru bara búnir á því þegar kom að jólunum, alveg steiktir. Og það er svo mikilvægt að nota þennan tíma sem við eigum á aðventunni til þess að róa, hugleiða, gefa sjálfum þessu tíma innri manninum okkar en leið fjölskyldun okkar, því það er svo gott, það er svo mikilvægt. Við erum að ganga núna inn í dimmasta skammdegið, myrkustu dagarnir. Þið sáu bara í dag, ég meina þegar áttu að vara bjartast í dag, þá var kolniðamyrkur. Hérna í Reykjavík allavega, það var bara kolniðamyrkur. Þannig að þetta er svo mikilvægt að tendra ljósin í kringum okkur og birta upp skammdegið, en gleym ekki líka að tendra ljósið innra og blása í glæðurnar sem þar eru. Og vitið hvað? Það ekki allir sem hafa það svo gott jólin. Því miður. Það ekki allir sem hafa það svo gott eins og mörg okkar. Og þá ekki bara að tala um það að þeir hafa ekki að borða. Það eru sumir sem hafa lítið að borða og þurfa aðstoð við það. En sorglegt eins og það í okkar landi. En þá eru aðrir sem að berjast við alls konar fjölskyldu kringumstæður. Sum börn, veit ég, það bara kvíði í kviðnum fyrir jólunum. Þá gerist eitthvað heima. Pabbi drekkur, þau missa sig, það er stress og öllu, það er læti. Þetta eru bágindi sem alveg svakalega sorglegt að horfa upp á. Við skulum vera í bæn, við skulum hjálpa, en veitir hvað, hljómsveitin okkar og lofgjörðarsveitin, þetta ekki dásamlegt? Mér finnst svo gaman hvernig þau lofa drottinn, þú veist, ekki bara söngvararnir, sem svo sannarlega gera, heldur hljóðfæralekarnir líka. Það verið að lofa drottinn og tilbiðja á hljóðfærið. Ég elska tilbiðslu, en ég kann ekkert á hljóðfæri, en ég skynja. Boðskapur jólanna hins vegar, og hljómsveitin okkar, ég ætla að segja, sungu 2-3 lög von. Það sem var lögð áherslu á vonina. Og í þessum báundum sem fólk á oft við að etja á jólaföstunni, kannski árið kring, en hún svona margfaldast og magnast einhvern veginn á þessum tíma, það sem á að vera friður og það sem á að vera gleði og það sem á að vera hamingja, að þá
sést það einhvern veginn betur ef eitthvað er ekki eins og það á að vera. Boðskapur jólanna er margvíslegur. Boðskapurinn meðal annars birta því að hann var ljós heimsins sem kom og gaf birtu og og gaf lausn og frið. Þessi von, og ég vil gefa ykkur sem heima eruð, þeir sem eru í salnum, fjölskyldum ykkar, öllum í kringum, vinum og ættingjum, og hvetja ykkur og segja við ykkur, Guð er ekki búinn að gefast upp á þér. Hann hefur ekki gleymt þér, það er von. Birtan mun koma, eins og Jóhannes og Kötlum orti, vorið kemur, heimur hlýnar, hjarta mitt. Halleluja. Ef við ekki gefa um gott klapp. Þetta gullfallega lag eftir Valdi Guðjónsson við texta Jónasar og Kötlum. Og þessi setning, vorið kemur, heimur hlýnar, hjarta mitt. Þetta er eins og ritað úr ritningunni. Þetta er bara eins og tekið þaðan, það er von. Eftir þennan kulda, eftir þennan vetur, eftir þessa þrautir, þá kemur vor,
með birtu og yl og hlýjar hjarta þitt. Hugsið ykkur, þetta stórkostlegt. Svo fyrir utan það hvað lagið hjá Valgeiri náttúrulega. Guðfallegt. Takk, elsku vinni, fyrir að gera þetta. Bara svo þið áttu ykkur á því. Þetta gerðu þau bara með svona 10 mínútur fyrirvara. Þetta dásamlegt. Ég veit ekki hvort það fór einu svona 10 mínútur í æfinguna. Það var eitthvað svoleiðis. En svona þetta bara dásamlegt. Það sem að það ekki sorglegt við jólaboðskapinn, en það sem það sorglegast með jólaboðskapinn. Hann nær ekki endilega alltaf til hjartna fólksins. Jú, margir staldra við á jólunum og aðvendunni og minnast ljósins, ljós friðar og kærleika, og fólk kallar eftir frið og kærleika, og eins og ég sagði áðan, ég elska það. Það dásamlegt og ekkert rangt við það. Það bara gott, það bara fallegt. Ég veit ekki hvernig það með ykkur, en þannig með mig að konan byrjar að skreita heima, Árný mín byrjar að skreita og gera klárt, og það sett eitthvað svona jólalaga og ég ætla að segja fóninn. Ok, við eigum fóninn, það fer ekki jólalag á fónum á Spotify og það var alltaf á fóninn inn í Galanda. Já, svo var það kassutækið, sem betur fyrir aldrei cartridge-tækið, með svona kassetum. En setur eitthvað í og það byrjar að spila eitthvað íslensk jólalög og gleði og friðarjól eða eitthvað, hvað nú heita öll jólin okkar, jólalögin okkar. Og bara, ég þarf ekkert nema að sjá eitthvað smá detú með eitthvað í stofunni og svona lag, og þá hugurinn bara, þá bara komin hjá mér. Minningarnar hellast yfir, tími með fjölskyldinni, birtan, friðurinn, boðskapurinn, þetta hellist yfir og það dásamlegt. En jólin og boðskapur jólana og þess sem við erum að minnast og þess sem við erum að bíða eftir og vænta á aðvendunni ekki bara umtalaða tilfinning frið, umtalaða tilfinning eða ákall kærleika. Það hvorki meira en að minna en Guð almáttugur, skapari himins og jarðar, sem kemur niður í mannheima og birtist þar sem maður. Það eru jólin. Og ég veit ekkert hvort alltaf, það ekkert allir sem trúa þessu, sem halda jafnvel upp á jólin, en þetta eru jólin. Þetta litla barn sem fæðist var ekki neitt venjulegt barn. Það var venjulegur maður, en það var ekki venjulegt verkefni og hlutverk sem hann var með. Það sem hann kemur til með að gera og klára því, það ekki venjulegt. Hann kom ekki bara til að minna okkur á og segja, Halldór minn, reyndu nú að vera góður drengur. Sigga mín, reyndu nú að vera góð stúlka. Reynið nú að hegða ykkur vel hérna á jarðakringlunni. Þetta nú ekki svo lengi sem það við hérna. Sunguð áðan eftir Jónas Köllum. Þetta allt bara svona stuttutími. Reynið að vera góð. Eitthvað rangt við þann boðskap? Nei. Það bara allt í lagi. Við eigum að elska. Við eigum að gefa okkur í það að vera góð. Það alltaf mikið á vonsku og ilsku. En Kristur kom, litla Jesúbarnið kom, með eitthvað allt annað. Hann kom með algjörlega ný viðmið. Hann var ekki bara, fólk það margir sem að segja, já, Jesús, sko, það margir sem trú ekki eins og hann hafi verið til. Já, sem náttúrulega eins og ótrúlega þess og hægt að hafa það. Því að bara, ég hef sagt áður og vil bara minna ykkur á öll sem að hlusta, það til meiri heimildir, nútíma heimildir, áreiðanlega heimildir hann heldur þig og mig. Það bara svoleiðis. Þegar við förum hérna á jörð, ef þið myndu taka allt sem ritar mig og skráðu mig og sett hérna aður megin, þá myndi það ekki passa, það myndi fyllast hér allt. Það eru þúsundir af skrifum heimildum hann.
Þannig að hann var til. En þá kemur þetta, já, hann var bara góður maður. Jú, vissulega var hann góður maður. En hann var ekki bara góður maður. Því hann boðaði ný viðmið. Hann annarkvort sagði satt eða hann var bara, já, hann var aðeins út úr heiminum. Það er bara svoleiðis. Því að hann sagði, hann kendi okkur að biðja og hann sagði, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Og hann sagði, verði vilji Guðs á himnum á jörðinni líka. Það er það sem þýðir. Við erum að biðja að allt sem í himnunum hjá Guði, sem fallegt, sem heilagt, sem hreint, sem kærleiksríkt, sem dýrlegt, fullt af ljósi. Bænin að það verði svoleiðis á jörðinni líka. En hann gerði gott betur en að kenna okkur að biðja það. Hann sagði, horfið síðan á mig, sjáu hvernig ég tala, hvernig ég hugsa, hvað ég geri og þegar þið hafið séð mig, þá hafið séð Guð föðurinn. Hann var ákærður við guðlast. Þetta meðal annars guðlast. Segjast vera eins og Guð. Hann með algjörlega, þetta litla Jesúbarn, eins falleg eins og myndin af því ég í jötunni og ég veit ekki hvort ég get ítrekkað af því að sumir kannski, ertu að eyðileggja jólin? Nei, ég er ekki að eyðileggja jólin. Ég elska jólin eins og við höldum upp á það, en ég er bara að segja að barn við það sem við erum að gleðjast yfir og minnast miklu stórfenglegar heldur fæðing barnsins. Miklu stærra, miklu meira og kallar á það að þú og ég stöldurum við og hugsum út á hvað ganga jólin. Þau eru ekki bara til þess að við hægjum á okkur 1 mánuð eða nokkra daga á árunu svo við brennum ekki út eftir 25 ár. Þó að það sé gott. Þó að það sé gott. Boðskapur jólanna miklu stærri, miklu meiri. Það sem hann kemur með stærsta umbreyting sem nokkuð tíman hefur átt sér stað. Jú, lítið á kirkju Krist, lítið á hvað kristin trú hefur gert. Hún hefur umbreytt stórum eða stærstum hluta heimsins. Hún hefur skipt út gömlum hugsunarkerfum og hugsunarhætti fyrir nýjan. Hún hefur mótað þjóðfélögin. Orð Guðs hefur mótað þjóðfélögin. Þetta stór umbreyting á umhverfið. En veitu hvað það stærsta sem hann vil gera? Það í þínu hjarta og mínu hjarta. Þar umbreytingin, þar byltingin, þar það sem hann ætlar að vinna. Og hann segir við þig, elsku vinur, það von. Þú sem ert að hlusta núna heima eða hvar sem þú ert, það von. Vegna þess að hann bæði getur og vill koma og snerta hjarta þitt. Og breyta því. Breyta vonleysi í von. Sorg í gleði. Áhyggjum í öryggi. Ég ætla ekki að lesa jólaguðspjalli núna, en þetta ekki komið að því, þetta aðvendan. En þetta bara örstutt aðvendu hugvekja til að vekja okkur til umhugsunar á fyrsta sunnudegi núna. Inn í hvaða tímabil erum að ganga núna næstu vikurnar að jólunum og fram yfir jólin. Það að segja, hvers erum við raunverulega að minnast? Hvað sem raunverulega gerðist? Jú, hann fæddist. Hann var lagður í jötu. Jú, allt þetta. Allt þetta. En hlustum úr Kólossabréfinu. Hann, Jesús Kristur, ímynd hins ósýnilega Guðs. Hann frumburður allrar sköpunar, enda var allt skapað í honum, í himninum og á jörðinni, hið sýnilega og hið ósýnilega, hásæti og herradómar, tignir og völd. Allt skapað fyrir hann og til hans. Hann fyrri en allt og allt
á tilveru sína í honum. Stöldur maður hans við. Hann á undan öllu, hann fyrr en allt sem skapað á tilveru sína í honum. Þetta litla Jesúbarnið. Hugsið ykkur. Þennan boðskap, eða þessum boðskap missa margir af og átta sig ekki á af því þetta orðið eitthvað svo fjarlægt og kristendómurinn eitthvað svona óaðlaðandi og hann hundleiðilegur og þetta bara eitthvað vondur og leiðilegur Guð og þetta ekkert spennandi og þetta nema á jólunum því að það svo fallegt. Og það það. En Jesús fallegur alla leið, sjáðu. Hann var góður alla leið. Hann var líka góður þegar hann var fullorðinn. Og hann ímynd hins ósýnilega Guðs. Og allt skapað og allt á tilveru sína í honum og höldum áfram í 18. Og hann höfuð líkamans sem kirkjan, kirkjunar sem upphafið, hann upphafið frumburðinum frá honum dauðu. Með öðrum orðum, það eitthvað sem gerist við krossdauða hans og nú ég kannski komin frá páskum, en það allt annað handlegur, því að það mikilvægt að vita hver tilgangur þessi litla drengsins var, að þegar hann kemur á krossinn og þegar hann rís frá dauðum, þá lifnar hann við í sínum innra manni. Hann reis ekki bara frá dauðum líkamlega, það kraftaverk gert í hans innra manni, af því hann var sannur maður. Hann var frumburðurinn af mörgum og þú og ég sem eigum trú á hann núna bræður hans og systur. Við fylgdum í kjölfarið. Þannig skyldi hann verða fremstur í öllu. Því að í honum, í Jesú Kristi, litla Jesú barnin okkar í jötunni, í honum þóknaðist Guði að láta alla fyllingu sína búa og láta hann koma öllu í sátt við sig, bæði á jörðu og himnum með því að semja frið með blóði sínu útelt á krossi. Wow. Hugsið ykkur. María og Jósef vissi þetta var eitthvað, sko. Og engillinn hafði komið og sagt eitthvað og þú verður ólétt og wow, þú veist, en þau gerðu sér enga grein fyrir því hvað var í vændum. Litla Jesúbarnið okkar sem við gleðjumst yfir og má ég segja það örugglega í 10. sinni, ég veit ekki hvað ég búin að segja og leggja það áherslu því ég vil ekki taka neitt frá, hvorki mér eða ykkur hátíð jólana og litla barninu í jötunni og hvað þetta dásamlegt. En hann kom til að gera þetta. Hann kom til að sætta heiminn við sig. Í honum öll fylling guðdómsins. Hann, með öðrum orðum, allt sem Guð var í honum. Hann var ekki venjulegu gutti. Jú, hann lék sér alveg örugglega svo hinni guttarnir. Hann lék sér og naut þess að vera til. Sótti hann til að rápa inn í mustir og segja eitthvað sem engi skildi þegar hann var 12 ára og eitthvað svona. Hvernig getur hann talað svona? Hann var með köllun. Og hann hefur að geyma. Og það boðskap í jólana, sjáðu, að í þessu litla Jesú barni sem var lagt í jötu fylling guðdómsins. Fyrsta sinn frá því að Adam og Eva gengu í garðinu með Guð og áttu samfélagi hann var núna möguleiki. Guð var að undirbúa, ég ætla að koma, eins og ég kem inn í hann, vil ég síðan koma inn í ykkur. Hann frumburðurinn þegar fram í sækir, þið komið í kjölfarið. Hann býður þið frið í hjarta, hann býður þið von í hjarta, hann býður þið ró í hjarta, því hann búinn að sætta heiminn við sig. Hann búinn að sætta heiminn við sig. Ef við lesa hans meira í Kólossebréfinu, vegna þessa sem búið að gerast. Vegna þessa. Og við vitum að í kringum okkur nóg af prentuðu máli, myndmáli, tónlist, töluðu máli, nóg af röddum sem vilja segja okkur þetta sé nú, þú veist, þetta sé nú aðeins svo mikið ofstæki. Þetta nú aðeins svo mikið ofstæki. Geti ekki bara haft Jesúbarnið eins og allir aðrir,
fallegt og lítið og leyftum að vera þar fram að næstu jólum. Það faktískt, þú veist, meira sem páskana, sem þó stærsta trúarhátíð kristinna manna, eru menn ekkert átt á sig. Það aldrei látið með páskana eins og jólin. Þú eru þau ennþá stærri. Nei, en þá lesum við, gæti þess vegna að enginn verði til að hertaka ykkur með heimspeki og hégómavillu sem byggist á mannasetningum. Gæti þess að vernda hjarta ykkar, gæti þess að vernda huga ykkur, ekki láta leiða ykkur afvega með tiltali. Ef við erum veik fyrir og óörugg með sjálf okkur líður ekki of vel í eigin skinni, þá mjög auðvelt að hafa áhrif á okkur til alls konar hluta. Það er að leiða okkur hinga og þanga og draga úr hinu og þessu hjá okkur vegna þess að við erum óstöðug. En Drottinn segir ekki gera það. Festiði ankir ykkar í Jesú barninu litla, af því hann kom til að gera hluti sem að engan óraði fyrir. Og hvað gerði hann? Frá versi 9, því að í honum, kemur aftur endurtekning, býr öll fylling guðdómsins líkamlega. Þess að í líkama Kristi, Jesú Kristus sem maður, hafði allt sem Guð hafði til að bera. Nei, hann var fallegur í jötun, þetta var stórkostlegt, þetta er falleg mynd, ég elska jólin, en vá. Allt. Sjáu þið fyrir ykkur, þegar barnið er fætt, Guð á himnum horfir niður og segir, það er komið að því. Allt sem ég er, setti þetta litla barn. Allt sem hann gerir, segir og framkvæmir. Hann sagði það sjálfur, ég ger ekkert nema sem ég heyri föðurinn. Hann var algjörlega tengdur. Það var bara bein tenging á milli. Líf Guðs fyllti hann, ljós Guðs fyllti hann. Þannig gekk hann. Og þið sjáu verkinas og orðinas. Vá, þetta var himnaríkið komið inn. Hann reisti dauða, hann læknaði sjúka, hann rak út illa anda, hann leysti fólk, hann gaf von, hann huggaði. Eins og enginn hafði gert áður. Enginn. Í honum býr öll fylling guðdómsins líkamlega og í honum sem er höfuð, semst hátt yfir hafin, yfir hvers konar tign og völd, hafið þið nú fengið hlutdeild í þessari fyllingu. Þetta er boðskapur jólana. Hann kom ekki bara til að sýna okkur hvernig við ættum að vera góð. Hann kom til að gefa okkur kraft til að elska. Hann kom til að gefa okkur kraft með því að veita okkur hlutdeild í þessari fyllingu. Hvaða fyllingu? Alls guðdómsins í honum. Hann setur það í hjarta þess sem endurfæðist. Hann setur sína fyllingu, hlutdeild af sinni fyllingu, sínum anda, sínu lífi, sínu DNA inn í hjarta þitt. Þess vegna segi ég, þú átt von. Það er von fyrir hvern einasta mann, hverja einustu konu, hvern einasta einstakling, hvar sem er á jörð, er von. Því hann er sáttur, hann er búinn að sætta heiminn við sig og segir, ég býð. Þetta er það sem ég býð. Þetta er það sem að litla Jesúbarnið kom til að gera. Vá, hann er dásamlegur. Við skulum biðja. Faðir minn, þakkum fyrir það við megum minnast einmitt komu þinnar. Og aðvendunum megum við, Drottinn minn, minnast þess að þú komst. Jú, þú fæddist þessu lítið barn, gerðist maður, með Guðs fyllingu og sýndir hvernig lífið er mögulegt að vera. Hvernig
lífið á að vera. Í tengslum við skaparann. Í tengslum við hinn góða Guð. Þú gafst okkur það í þér. Þú varst frumburðurinn. Og þú gefur okkur hlutdeild í öllu þessu lífi. Og ég biði núna fyrir hverjum sem að hlusta. Í Jesú nafni að þeim megi sjá. Drottinn að það sem vonleysi ríkir. Þar megi núna kvikna von. Og drottinn, jafnvel þessi jól. Þó að jólin undanfarin ár hafi verið erfið fyrir marga. Og stríð geisaði í hjörtum. Það bið ég núna að koma inn í þær kringumstæður, lækna, gera heilt, koma með frið þinn, koma með nærveru þína. Drottinn minn, komdu bara með anda þinn. Það er það sem við þörfnumst. Við þörfnumst bara kraftaverka þinna, drottinn. Við þörfnumst að þú komir, þú starfir og þú vinnir. Gerðu verkið þitt, drottinn minn, við biðjum. Takk, Jesús. Og biðjum frið yfir aðventuna hjá hverjum og einum. Frið í fjölskylduna þeirra. Frið yfir jólin þeirra. Að þau muni svo sannarlega eiga gleði og friðarjól. Vegna þess að þú kemur. Þú huggar. Þú nærir. Og drottinn, og við viljum staldra við, rifja upp, muna hver við erum, hvað þú hefur gert, hvað þú hefur sett í okkar líf og þakka þér. Við getum aldrei þakka þér nógsamlega, drottinn. Takk, Jesús. Halleluja. Það eru 2 bænarefni sem á borast. Ég ætla að biðja fyrir þeim eða þú vilja vera með mér. Drottinn, biðja fyrir manni sem er að fara í skoðun á morgun. Það verður að myndataka, drottinn minn, og rannsóknum, meinvarp í líkamannum minn. Við biðjum þig, drottinn Jesús, að snerta með læknishendi þinni. Í Jesú nafni, að það finnist ekki neitt slíkt. Heldur líkaminn heill fyrir snertingu þína og anda þinn. Í Jesú nafni vertu heill af sérhverju meini þínu. Fyrir anda drottins. Halleluja. Drottinn, og svo biðjum við fyrir fjölskyldu, drottinn minn, konunar sem dó, en ekkert síður fyrir fjölskyldu bílstjórans sem lendir í þessu hræðilega atviki. Drottinn, það er erfitt að ímynda sér líðanina, hvorri fjölskyldu sem er, drottinn. Svo við biðjum þig að snerta, biðjum að koma með huggun þína. Drottinn, sársökin og verkirnir sem eru í hjartanu, drottinn. Kom þú, lækna þú, gjörðu heilt. Huggaðu, drottinn, styrktu. Við vitum ekki einu sinni hvernig að biðja, en þú veist hvernig að mæta. Þú veist hvernig að mæta þeim. Og við biðjum það, og þú mætir þeim. Í Jesú nafni. Halleluja. Amen. Halleluja. Guð er góður. Já, það fór svo stutt að aðvendu hugvekjan sem átti að vera kortir, hún var í hálftíma, en halleluja. Svona er lífið bara. Það var svona ég hélt, sko. Ég er löngu, ég geta sagt mér þetta sjálfur, löngu búin áttum um það því ég er ekkert að punkta þetta niður, því ég fyrir ekkert eftir því. Halleluja. Guð geymi ykkur, elsku vinir. Við verðum áfram hér, við ætlum að vera með lokað hús, en það er ekki sem er 50. Svo fylgjustu bara vel með öllum tilkynningum varðandi COVID. Vonandi er þetta á undanhaldi. Og við ætlum að vera með lofgjöruna, heyra orð Guðs, kveikja á kertunum okkar og vera saman hvar sem við erum í heiminum. Ítreka aftur það sem Jóhanna sagði við okkur áðan, hvar sem þú ert, það væri gaman að heyra. Við fengum daginn smá viðbröðsfólis og það er mjög gaman. Guð blessi ykkur, elsku vinir. Njótið aðventurinnar í frið og kærleika.
Nú er samkoman á enda. Við þökkum þér fyrir að hafa verið hér, en við værum alveg til í að sjá þig hér í kirkjunni okkar. Við erum kirkja fyrir þig. Láttu sjá þig og leyfðu okkur að gefa þér þann kærleik. Takk fyrir að vera með okkur í dag og Guð blessi þig út vikuna. Sjáumst eftir 1 viku.